Talið er að 1000 aldraðir Íslendingar sæti ofbeldi á hverju ári. Nánustu aðstandendur eru oftast gerendur og dæmi eru að þeir hindri að sá aldraði flytji á hjúkrunarheimili. Vopnahléið á Gaza heldur þrátt fyrir að það sé afar viðkvæmt. Hernaðarsagnfræðingur segir klókt hjá Bandaríkjaforseta að hafa friðarsamkomulag eins óljóst og hægt er. Engin afeitrun er í boði á Norðurlandi og dæmi að fólk með vímuefna og geðvanda gisti fangaklefa. Geðdeild segist hvorki hafa aðstöðu né mannskap til að taka við fólki í annarlegu ástandi. Það verður að sporna gegn ólíðandi brotastarfsemi á vinnumarkaði og útrýma henni með öllu, sagði félags- og húsnæðismálaráðherra á Alþingi í dag. 1000 fermetra baðlón var opnað í Laugarási í Bláskógabyggð í dag. Framkvæmdin kostaði 3 milljarða króna. Komiði sæl. Ofbeldi gegn öldruðum er dulið vandamál og heimilið ekki alltaf griðastaður. Eldra fólk veigrar sér við að tilkynna ofbeldi og gerendurnir eru oftast nánustu aðstandendur. Hrottaleg ofbeldismál gagnvart eldra fólki sem upp hafa komið á undanförnum mánuðum urðu kveikjan að málþingi sem Landssamband eldri borgara heldur á morgun undir heitinu Ofbeldi er ógn, tryggjum öryggi eldra fólks. Það hefur komið í ljós að þetta er aðeins brot af því sem eða birtingarmynd af því sem raunveruleikinn er. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin áætlar að á hverju ári verði 16% eldra fólks fyrir einhvers konar ofbeldi, en það er 1000 Íslendingar. En brot af því kemur inn á borð lögreglu. Sigurður segir þörf á meiri aðstoð við aldraða í þessari stöðu og að stofna verði embætti umboðsmanns eldri borgara. Sambarilegt við umboðsmann barna. Og þetta er falinn vandi að mati Landssambandsins. Þolendurnir, fullorðið fólk sem veigra sér við það að hringja í lögreglu út af ættingja, vini, vandamönnum. Starfsfólki heimahjúkrum verður vart við ofbeldið og stígur oft inn í óboðlegar aðstæður. Og bæði þá svona sem við köllum vanræksla en einnig andlegt, líkamlegt ofbeldi, fjárhagslegt og kynferðislegt. Við höfum því miður upplifað allt þetta. Hverjir beita fólkið ofbeldi? Það er því miður bara eins og í öllu öðru eiginlega ofbeldi að þá er það hans nánasti aðstandandi og það getur bæði verið börn, fullorðin börn, eins aldraða og eins makar. Ein birtingamyndin getur verið að hindra að sá aldraði njóti aðstoðar á borð við dagdvöl eða vist á hjúkrunarheimili. Og þá svona grunar okkur það svo oft fjárhagslegu hvati hjá aðstandanda, oft á barn sem býr með viðkomandi, því þá á hinn aldraði húsnæði og bætur koma þar heim, en ef einstaklingur myndi flytja, þá myndi þessa aðstæður allar breytast, svo það er svona líka sem við höfum orðið vitni að. Inga segir að fólk vilji sjaldan kæra því það sé gjarnan háð gerandanum. Mér finnst það mjög svona stórt skref. En við höfum stundum hugsað hvort það væri ekki leið að svona sambarilt á við tilkynna til barnaverndarnefndar. Eru þið stundum, kannski þeir einu sem, fórnarlöfum að segja frá? Það getur alveg verið þannig, já. Hjördís Garðarsdóttir, fræðslufulltrúi Neyðarlínunnar, vertu velkomin. Þú heldur erindi á þessu málþingi á morgun undir yfirskriftinni að þekkja ofbeldið. Hvernig þekkjum við ofbeldi gegn öldruðum? Já, það er nefnilega góð spurning. Í fyrsta lagi þá þurfum við að vita hvað við erum að tala og margir ímynda sér einmitt fyrst og fremst þetta líkamlega ofbeldi. En við viljum fjalla andlega ofbeldi, vanræksluna, fjárhagsofbeldi og annað slíkt. Og það sem við erum ofta að sjá fyrir utan auðvitað þessi líkamlega einkenni, það eru svona hegðunarbreytingar. Það er að fólk fer að draga sig í hlé, það fer að einangra sig, hættir að vilja fjalla hvað er að gerast heima. Og það er oft svona kannski merkjanlegasta breytingin fyrir utan auðvitað bara sár og skurði og annað slíkt sem eru óútskýrðir. Það kom fram í fréttinni hér á undan að þessi mál eru sjaldnast tilkynnt. Hvernig horfir það við ykkur? Já, það er nefnilega eiginlega það sem við vitum. Við vitum að við vitum ekki nóg. Þau eru mjög sjaldan tilkynnt. Við fáum þó einhverja tilkynningar en þær eru allt of fáar miðað við bara allar erlendar rannsóknir. Og hvað veldur? Af hverju er þetta ekki tilkynnt? Þetta er þessi skömm
og það náttúrulega fólk á öllum aldri sem upplifir skömm við það að verða fórnarlamb ofbeldis en þess þá heldur ef að eins og kemur fram í fréttinni að gerandi barnið þitt eða makið þinn. Það enginn sem vill segja það upphátt eða kæra að barnið sem að þú ólst upp og elskar sé bara alls ekki að fara vel með þig og það bara mjög erfitt að bregðast við því. En hvaða úrræði standa raun og veru fólki til boða í þessum aðstæðum? Já, sem betur fer erum við með ótrúlega mikið úrræðum. Við erum með þessi þolendamiða móttökur eins og Bjarkarhlíð og Bjarmahlíð. Svo félagsþjónustan, það heilsugæslan, það heimahjúkrunin, það lögreglan, það neyðarlínan. En mér langar kannski sérstaklega hér að nefna úrræði sem heitir heimilisfriður, sem fyrir gerendur ofbeldis. Að við verðum það að muna að við stoppum ofbeldi hjá gerendum en ekki þolendum. Þannig að svona rétt í lokinum þyrfti að vera til fleiri úrræði en þau sem þú hefur talið upp hér? Við getum alltaf gert betur og kannski sérstaklega með áherslu á landsbyggðina. Við vitum það að þetta alls ekki bundið við þá staði þar sem úrræðin eru í boði. Hjördís Garðarsdóttir, takk fyrir að koma hingað til ykkur og gangi ykkur vel á morgun. Vopnahléið á Gaza heldur enn sem komið en ástandið viðkvæmt. Ísraelar saka Hamas að standa ekki við vopnahléssamkomulagið og íbúar á Gaza óttast að stríð brjótist út á hverri stundu. Hamas-samtökin hafa afhent Ísraelum 8 lík gísla sem létust í þeirra haldi en greiningin á einu þeirra leiddi í ljós að það var ekki af neinum sem Hamas tók í gíslingu 7. október fyrir 2 árum. Ísraelar krefjast þess að Hamas standi við fyrirheit og afhendi lík 20 gísla sem voru í þeirra haldi. Háværar raddir eru í Ísrael að samtökin hafi með þessu brotið vopnahléssamninga. We will not compromise on this, and we will spare no effort until our fallen hostages return, every last one of them. Hamas agreed to release all 48 of our hostages in phase 1 and made the specific confirmation to President Trump. Hamas segja líkið vera af ísraelskum hermanni. Rétt fyrir fréttir tilkynntu samtökin að þau hefðu afhent allar líkamsleifar sem þau hafi geta haft upp á. Ísraelsk stjórnvöld afhentu síðdegis líkamsleifar 45 palestínumanna. Ísraels stjórn hótaði tíma að hætta við opnun Rafah landamærastöðvarinnar syðst á Gaza út af seinagangi samtakana en fjallu frá því eftir að þau skiluðu fleiri líkum í morgun. Landamærastöðin mikilvæg í að koma hjálpargögnum til suðurhluta svæðisins. Hún á landamærum Gaza og Egyptalands en undir yfirráðum Ísraela. Íbúar á Gaza eru áhyggjufullir yfir að vopnahléið haldi ekki og stríðið hefjist aftur. احنا ما بنستبعدش على اسرائيل اي شيء ممكن ترجع للحرب باي فرصه لكن اللي بيطمنا حاجه واحده انه العالم كله رافض الحرب وانه كان في قيادات العالم كله ضامنه لوقف الحرب بشكل دائم. Vopnahléið komst á með 20 punkta friðaráætlun Donalds Trump Bandaríkjaforseta framtíð Gaza. Það sem hefur ræst að stríðinu virðist vera lokið í bili hið minnsta og vopnahlé sem komst á fyrir viku síðan heldur. Hamas sleppti öllum lifandi gíslum sem samtökin höfðu í haldi og Ísraelar slepptu palestínskum föngum. Næsti áfangi krefst samkomulags afvopnun, að Gaza-ströndin verði öruggt svæði og að stofnun verði nefnd sem sér stjórn á Gaza tímabundið. Þar margt óljóst, en hernaðarsakfræðingur segir það með vilja gert af hálfu Trump. Þessi 20 punktar voru svolítið óljósir og það var keyrt á það að stoppa átökin fyrst og fremst. Þar vissulega talað afvopnun Hamas en þeir sendu mjög fljótt frá sér skilaboðum að það eitthvað sem þeir geta ekki sætt sig við og ekki sætt sig að vera útilokaðir frá palestínskum stjórnmálum. Þannig að það held ég að vera klókt af hans hálfu að taka þann slag ekki. Nú hann að setja meiri pressa á Hamas hvað þetta varðar og talar að afvopna þá mögulega með valdi. Þeir eru búin að láta frá sér sína samningsstöðu. Þannig að nú geta þeir verið undir einhverju pressu og ef Ísraelsmenn sjá sér hag í að hefja aftur hernaða þá geti það allt eins orðið og þá geti þetta vopnahlé verið búið. Þannig að það löng vegferð framundan líka að smíða einhvers konar stöðuleika á svæðinu, hefja uppbyggingu, koma með friðargæslulið og slíkt og það öll stóru spurningamerkin og óvíst hvort að það takist. Þótt vopnahlé sé í gildi standa íbúar Gaza frammi fyrir margs konar áskorunum. 9 ára drengur sem missti fót í loftárás Ísraels hers bjó til gervifót úr braki sem hann fann í umhverfi sínu.
Ratib Mahmoud Abu Kulaik misti foreldra sína í loftarás Ísraelshers á Gaza. Hann særðist alvarlega og á endanum var annar fóturinn tekinn af honum. أمي ماتت وأخوي مات ضلت أنا أختي وأخوي وذري انقطع. Þó að búið sé að semja vopnahlé á Gaza glíma margir íbúar við afleiðingar 2 ára af stríðsátökum. Aflimunum fjölgaði mikið eftir því sem Ísraelsher setti aukinn þunga í árásir á þéttbýla staði og íbúðarhús. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Hamas eru aflimanir orðnar rúmlega 4700, flestar á börnum og eldri borgurum. Heilbrigðiskerfið á Gaza í lamasessi eftir árásir síðustu 2 ára og skurðaðgerðir eru oft gerðar við erfiðar aðstæður, jafnvel án svæfingar. Ratib var staðráðinn í að leysa vanda sinn og þrátt fyrir að hafa mist fótinn og sársaukann sem því fylgir, tókst honum að smíða gervifót úr plaströri. أول ما لبستها في رجله والله كانت الفرحة عليه وكأنه مركب رجل. الحين بيقول لي يا عم هي رجل رجعت ركبت رجل. كان مبسوط جدا. بيقول لي يا عم ركبت رجل. قلت طب تعال امشي عليها شوف. كان بيعكز عليها يعني قديش أولها ما كان في وجع. مبسوط عليها. يعني حتى قاعد يومين أول يوم نام من خوف الأولاد إنه ياخذوا الرجل أو أحد يسرقها منه أو ياخذها منه نام. Ratib getur gengið á gervifætinum með hækjum og jafnvel leikið sér í fótbolta með vinum sínum. Brýn og vaxandi þörf á aðstöðu til afeitruna fyrir vímuefnaneytendur á Akureyri að mati lögreglu sem hefur undanfarin ár verið beðin að vista fólk í annarlegu ástandi í fangaklefa þótt að hafi ekkert brotið af sér. Lögreglan á Norðurlandi eystra þarf oftar að hafa afskipti af fólki í annarlegu ástandi sem á rekja til vímuefnaneyslu og geðsjúkdóma. Fólk kannski undir áhrifum vímuefna og það segir sig sjálft að það er voðalega erfitt að gera geðmat á fólki sem þannig ástandi. Þannig að fólki kannski á ekki beinlínis erindi inn á geðdeildina akkurat á þeim tímapunkti. Lögreglustjóri sendi sjúkrahúsinu á Akureyri minnisblað vegna ástandsins í fyrra og sagðist í nokkur ár hafa reynt að vekja athygli á því. Of oft færu starfsmenn sjúkrahúsins fram á að veikt fólk væri vistað í fangaklefa þegar það hefði ekki brotið af sér. Spítalinn yrði að hafa afeitrunaraðstöðu. Og þó það sé ekki nýlunda að fólk sofi úr sér ölvun eða vímu í fangaklefum, sé það ekki staður til að takast á við alvarleg fráhvörf eða geðtruflanir. Jóhannes segist hafa séð málin þyngjast á þeim áratugum sem hann hefur starfað í lögreglunni. Tilvik þar sem að fólk í sjálfskaðahegðun og sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum, þeim finnst mér hafa fjölgað og síðan þetta bara fíkniefnavandi talsverður í landinu okkar því miður og þetta hangir nú svolítið saman. Einu fráhvarfsmeðferðirnar á landinu eru á sjúkrahúsinu Vogi og á Landspítala. Það heyrir til tíðinda þegar ekki langur biðlisti á Vog og erfitt getur verið að flytja bráðveikt fólk svo langan veg. Yfirlæknir geðdeildar tekur undir að málaflokkurinn hafi þyngst með árunum. Á meðan hafi staðan á sjúkrahúsinu lítið breyst, það hafi hvorki mannskap né aðstöðu til að taka við mjög órólegu eða árásargjörnu fólki. En ég held ekki til fullyrt að það þó í þeim tilfellum þar sem þessir einstaklingar vistast tímabundið í fangaklefa hjá lögreglunni, þá held ég ekki til fullyrt að við bjóðum alltaf upp á það leið og ástand róast leið og bráir að þeim að þá getur komið og verið metnir og bráðmóttökun hjá okkur. Lögreglan á sjúkrahúsið hafa aukið samvinnu eftir að úrræðaleysi var gagnrýnt í sérstöku eftirliti með frelsissviptum á vegum umboðsmanns Alþingis. Kerfið hafi þó ekki haldið í við vaxandi vímuefnaneyslu allt land. Ég hugsa svo sem í grunninn að það sé full þörf fyrir stað sem getur fengist við bráðan vímuefnavanda á landsbyggðinni líka, að það sé ekki eingöngu bundið við suðvesturhornið, þannig ég held sé full þörf á því. Félags- og húsnæðismálaráðherra vill útrýma launaþjófnaði með öllum. Hún bindur miklar vonir við niðurstöðu nefndar síðar á þessu ári að stór skref verði stigin til þess að sporna gegn ólíðandi brotastarfsemi á vinnumarkaði. Kristján Þórður Snæbjarnarson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi forseti ASÍ, ræddi launaþjófnað og brotastarfsemi á vinnumarkaði við félags- og húsnæðismálaráðherra á Alþingi í dag. Af fyrri störfum þekki hann að íslenskur vinnumarkaður sé mjög umfangsmikill og að stefnumörkun í atvinnulífi sé takmörkuð. Hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra tryggja að brot á réttindum launafólks, þar með talið launaþjófnaður, hafi raunverulegar afleiðingar fyrir atvinnurekendur? Er þörf á að styrkja lagaumgjörð til að sporna gegn skipulögðu vinnumansali og launaþjófnaði? Ráðherra sagði heilbrigðan vinnumarkað vera hornstein íslensks samfélags og það veri allra hagur að sporna gegn launaþjófnaði og slíkri brotastarfsemi.
Dæmin sýndu þó annað, eins og fram hefði komið í fréttum í málefnum Walk On og Snyrtistofa sem hefði verið áfellisdómur fyrir íslenskt samfélag. Stjórnvöldum bæri skylda að standa vörðum að launafólk væri ekki hlunnfarið. Að störfum væri nefnd ráðherra og aðila vinnumarkaðarins sem ætti að skila af sér fyrir árslok með aðgerðaáætlun. Ég vænti þess að aðgerðir nefndarinnar muni ná að stíga stór skref, risastór skref í baráttunni gegn brotastarfsemi sem skal þó útrýmt með öllu og okkar allra markmið. Í nefndinni eiga sæti aðila vinnumarkaðar beggja vegna borðs sem og fulltrúar stjórnvalda og því bind ég miklar vonir við að tillögur nefndarinnar verði áhrifaríkar og muni koma skjótt til framkvæmda. Markmiðið að sögn Ingu að sporna gegn ólíðandi brotastarfsemi þessi glæpur að halda eftir launum fólks. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að áhrif dóms Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða verði innan við 1 milljarður króna fyrir skatta. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Hæstaréttur komst í gær að þeirri niðurstöðu að skilmálar Íslandsbanka og óverðtryggðum lánum væru ólöglegir. Bankinn mætti ekki miða við annað en stýrivexti þegar vöxtunum væri breytt. Bæði Arion banki og Landsbankinn bíða niðurstöðu í sambærilegum dómsmálum. Arion banki telur þó að áhrifin verði óveruleg, verði niðurstaðan sú sama og í máli Íslandsbanka og Landsbankinn hefur sett umsóknir ný lán á ís fram yfir helgi meðan skilmálar lánanna eru endurskoðaðir. Mikið álag á deildum Landspítalans sem bitnar einna helst á bráðamóttökunni í Fossvogi. Vegna álags forgangsraðað á bráðamóttökunni að því segir í tilkynningu Landspítalans. Fólk sem leitar á bráðamóttökunni í Fossvogi vegna vægari slysa eða veikinda getur búist við langri bið eftir þjónustum og ætti þess vegna að reyna að leita annað. Fólk sem ekki í bráðri hættu beðið að hringja fyrst í síma 1700 eða leita upplýsinga á netspjalli Heilsuveru. Í neyðartilfellum skal ávallt hringja í 112. Formaður Eflingar telur að breytingar á gjaldskrá í leikskólum borgarinnar og stytting dvalartíma barna komi öllu láglauna og verkafólki vel, standi Reykjavíkurborg rétt að tekjutengingu. Starfsmaður á Nóaborg segir breytingarnar nauðsynlegar, ekki síst barnanna vegna. Formaður Eflingar heimsótti í morgun leikskóla Nóaborg sinn gamla vinnustað, en heimsóknir á leikskóla borgarinnar eru hluti af samráðsferli við ófaglært starfsfólk sem stendur út þessa viku. Hún segir ástandið hafa í raun verið ólíðandi á síðustu árum og sé slæmt fyrir alla. Það fáliðunarmódel sem borgin hefur verið að reka leikskólana á, það módel sem kemur sér sérstaklega illa fyrir verka- og láglaunafólk. Það ekki auðvelt fyrir fólk sem í slíkum vinnum að fá símtal með stuttum fyrirvara þar sem það verður að koma að sækja börnin sín. Þannig að ég held að á endanum þá muni þessar breytingar líka koma sér vel fyrir félagsfólk Eflingar sem starfar á almennu vinnumarkaði. Sólveig Anna viðurkennir að afstaða hennar mótist af eigin reynslu sem leikskólastarfsmaður. En hins vegar hafi almennir félagsmenn Eflingar ekki sett sig í samband til að mótmæla þessum tillögum Reykjavíkurborgar. Mikilvægt sé að heyra raddir Eflingafólks á leikskólanum og það sé hlynnt þessari leið. Undir það tekur starfsmaður á Nóaborg sem hefur starfað þar í 2 áratugi. Hún segist finna fyrir stuðningi foreldra því of mikið álag á starfsfólk komi verst niður á börnunum. Mér finnst á þetta að vera að koma fyrir lengur. Það er bara gott að hafa þessar breytingar. Við þurfum að fá breytingar. Þannig að fyrir starfsfólk vegna, barna vegna og ríkið þeirra, við þurfum bara að fá breytingar. Það er bara svoleiðis. Ökumaður sem keyrði á gangandi vegfaranda á Sæbraut í september í fyrra var á 132 til 148 km hraða rétt fyrir slysið. Þetta kemur fram í gögnum sem rannsóknarnefnd samgönguslysa skoðaði en stuðst var við myndbandsupptökur og farsímagögn. Hámarkshraði á Sæbraut 60 km á klukkustund og var ökumaðurinn því á meira en 2-földum leyfilegum hraða. Vegfarandinn sem gekk yfir á rauðu gönguljósi lést samstundis. 3 milljarða baðlón á 2 hæðum var opnað í Laugarási í dag. Baðlónin hér á landi eru orðin 12 talsins og framkvæmdastjórinn segir ekkert lát á eftirspurn eftir náttúruupplifun af þessu tagi. Framkvæmdirnar hófust fyrir tæplega 1,5 ári og nú lónið tilbúið, var opnað formlega í dag
og tæplega 1000 fermetrar að stærð. Þetta svæði kom bara inn á borð eiganda fyrir 10 árum síðan og eins og segja þá uppalega stóð til að byggja hótel og bara yfir árin meðan sú hugmynd var að þróast þá breytist hún í það að byggja baðlón og eigum möguleika á að byggja hótel síðar. Framkvæmdin kostaði 3 milljarða króna og hóteláformin eru komin á borðið. Fjárfestar eru íslenskir. Skógurinn umkringir lónið og brúin yfir Hvítá við Iðu blasir við gestum. Hérna erum við með bæði víðáttuna, við erum með fjöllin, við erum með ána og óbærslega fallegt og mikið gróið svæði, þannig að staðsetningin hérna algjör príma. Lónið hannað af sama arkitekt og af Sky Lagoon á Kársnesi, þó lónin séu í eðli sínu ólík. Laugarás Lagoon á 2 hæðum og þar eru 2 gufur og kaldur og heitur pottur. Svo litið hugsað eins og árfarvegur og svo ferðast það alltaf lengra og lengra niður eftir og getur farið hérna upp á svona hellu og svo í gegnum foss sem 7 metra langur foss sem við erum með. Náttúran í forgrunni í lóninu en líka á veitingastaðnum Ylju þar sem fyrst og fremst unnið með afurðir frá bændum í nágrenninu. Nú þegar eru byrjað að versla af alveg 12 byrgjum þetta, mikið af grammeti. Hérna til dæmis tómatsalati okkar. Það eru 3 mismunandi tómatframleiðendur sem eru bara á þessum eina disk. Baðlónum hér á landi hefur fjölgað hratt á síðastlinnum árum. Þau eru nú 12 talsins og fleiri eru í bígerð. Bryndís segir að hvert lón hafi sína sérstöðu og þrátt fyrir að þau séu mörg, þá sé eftirspurnin til staðar. Þó að baðlónum hefur fjölgað, þá kannski líka bara gesturinn og heimafólk að fara oftar. Þannig að fólk sem kannski ferðalangar, þeir fara jafnvel í 2-3 baðlónum en þeir eru á landinu og fyrir utan sundlegar. Og sömuleiðis með þetta svæði hér, að hérna alveg næg í rauninni rými fyrir meiri aftrengu, þannig höfum við svolítið hort á það líka. Vísindamenn í Bretlandi uppgötvuðu nýlega lengstu samfelldu slóð risaeðlufótspora sem fundist hefur. Hún gæti veitt mikilvæga innsýn í hvernig risaeðlur hreyfðu sig. Fótsporin fundust í námu í Oxfordskíri á Englandi og teygja sig yfir rúmlega 200 metra kafla. Þau mynduðust fyrir 166 milljón árum og þá var þarna líklegast grunnsævi sem svipa til landslags á eyjaklasanum Florida Keys undan ströndum Florida í Bandaríkjunum. Vísindamenn telja að sporin séu eftir risaeðlu af ætt graseðla, líklega fenriseðlu. Leifar hennar hafa fundist í nágrenninu. Hún át plöntur, gekk á 4 fótum og gat orðið 18 metrar. So you're literally standing in the footstep of a dinosaur. You know, we're seeing something and uncovering something that people have never seen before. We're the first people to see these. And also, it's just a really great experience to work on something in the UK of this size and scale. It's so rare to find something this big where you can get that picture into this past world. Sporin mynduðust í leðju og varðveittust við fullkomnar aðstæður. Þau sjást ekki á yfirborðinu heldur þarf að sprengja burtu kalksteinalag sem yfir þeim. Sporin gefa betri mynd af því hvernig eðlurnar hreyfðu sig en rannsóknir á steingervingum. We've got a right, we've got a left, but then we've got this strange thing here, and this looks to me like a forefoot or a hand imprint on the right, and it's far out from the track, so it's like the animal is leaning out and pausing for a moment and then carry on normally. It's so important to look at the way animals move freely and naturally, and tracks are the only way we can do that for dinosaurs. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala gervigreind en það eru víst bara risaeðlur sem ekki farnir að nota hana á einhvern hátt. Nánar tiltekið fellur stöðu íslenskunar á þessum umbyltingatímum. Gervigreindin bjargvættur íslenskunar eða böðull, svo ég gerir svolítið dramatískur. Við ætlum að ræða við þau Vilhjálm Þorsteinsson hjá Miðeind og Lilju Dögg Jónsdóttur framkvæmdastjóra Almannaróms á eftir. Og svo kynnum við okkur heimildamyndina Jörðin undir fótum okkar sem gerist á hjúkrunarheimilinu Grund. Bergsteinn, við missum ekki að Kastljósi kvöldsins en áður en að því kemur ætlum við að líta til veðurs. Það loftþrýstingur sem verður í hærra lagi næstu daga og því rólega hita veður í kortunum með góðum sólarköflum víða land. Það skýjað sem verður þó að mestu leyti landið vestanvert en úrkomu lítið. Hitaþölur fara heldur lækkandi og það verður daghiti yfirleitt á bilinu 6 til 12 stig. En við förum nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta hefur í kvöld undankeppnina fyrir EM þegar það tekur á móti Færeyjum í Úlfarsárdal. Í sömu höll spilaði karlalið Fram í Evrópudeildinni í gærkvöld þegar Þorsteinn Leó Gunnarsson og félagar í Porto mætti heimsókn.
Karlalið Tindastóls í körfubolta lék einnig Evrópuleik gegn norska liðinu Gimli á Sauðárkróki og í dag sótti Breiðablik serbneska liðið Spartak Subotica heim í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Evrópuveisla í íþróttum hér handan við hornið. Áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Talið er að 1000 aldraðir Íslendingar sæti ofbeldi á hverju ári. Nánustu aðstandendur eru oftast gerendur og dæmi eru að þeir hindri að sá aldraði flytji á hjúkrunarheimili. Vopnahléið á Gaza heldur þrátt fyrir að það sé afar viðkvæmt. Hernaðarsakfræðingur segir klókt hjá Bandaríkjaforseta að hafa friðarsamkomulag eins óljóst og hægt er. Engin afeitrun er í boði á Norðurlandi og dæmi að fólk með vímuefna og geðvanda gisti í fangaklefa. Geðdeild segist hvorki hafa aðstöðu né mannskap til að taka við fólki í annarlegu ástandi. Það verður að sporna gegn ólíðandi brotastarfsemi á vinnumarkaði og útrýma henni með öllum, sagði félags- og húsnæðismálaráðherra á Alþingi í dag. 1000 fermetra baðlón var opnað í Laugarási í Bláskógabyggð í dag. Framkvæmdin kostaði 3 milljarða króna. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri og svo er það að sjálfsögðu Kastljósi. Það er næst fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna jafnóðum inn á ruv.is á íslensku, ensku og pólsku. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kiljan, þáttur sem er fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðunni í landinu. Egill og bókhelskir félagar hans fjalla sem fyrr forvitnilega bækur af ýmsum toga og úr öllum áttum.